Mér finnst ég í rauninni vera að upplifa nákvæmlega það sem ég upplifði í COVID. Í COVID þá var ég ekki að setja nein spurningamerki við einhver bólusetningar eða eitthvað þannig. Ég var aðalega að spyrja hvaða félagslegu afleiðingar munu koma til með að koma í ljós í kjölfarið á því að við setjum alla í stofufangelsi í 2 ár, sérstaklega ungt fólk. Og ég var kallað vond manneskja, ég fekk fullt af skilaboðum það, ég var hræðileg manneskja og ógeðsleg manneskja, ég vildi drepa gamla fólki okkar og allt þetta. Og svo einhvern veginn nokkrum árum síðan þá var já, við kannski mistum aðeins vitið. Já. Og mér finnst ég vera að upplifa nákvæmlega það sama. Það sem að ég að tala mikið útlendingamálin, ég var einmitt þá viðmælandi sem ég hef ætlað að spyrja hérna hvort hann væri til í að koma í viðtal og hann sagði, ert þú ekki bara allir í hérna útlendingamálunum? Og ég fór eitthvað svona aðeins afturlega, nei, ég er ekkert bara að pæla í því, ég er líka að pæla í húsnæðismálum og eitthvað. En sko þetta er langstærsta pólitíska málið í allri Vestur-Evrópu og ástæðan er einfaldlega sú að þegar maður ber upp spurninguna hvar hafa útlendingamálin gengið vel í Vestur-Evrópu undanfarna áratugi, þá er einfaldlega svarið, það er ekki neitt land sem hefur tekist að gera þetta svakalega vel. Þar af leiðandi er mjög áhugavert að vera að velta þessu fyrir sig núna, út af því eftir örfá ár, þá mun fólk vera bara, já nei, þetta var náttúrulega alveg galið hvernig við gerum þetta og þurfum að takast á við aðstæður eins og við sjáum í Danmörku.